Það var orðið svolítið síðan við vorum það síðast og þetta staður sem klúbburinn vill vera á. Selfoss lið með mikið metnað, félag með mikið metnað og það mikið af fólki í kringum þetta sem að finnst liðið vera merkilegt og finnst Selfoss vera merkilegur handboltabær. Því miður hefur kannski félagið ekki náð að vera í efstu röð og kannski halda sínum bestu leikmönnum og annað og ná að nota svona sín flaggskip, en núna erum við komnir upp og við erum alveg ótrúlega bara spenntir og jákvæðir fyrir tímabilinu sem að byrja. Nýlegar í deildinni en búnir að styrkja ykkur ágætlega. Hver eru svona markmið þjálfarans? Markmið okkar eru í raun og veru ákaflega einföld að fyrst og síðast ætlum við bara að festa okkur í sessi í deildinni og gera það á svona eins samfærandi hátt og við mögulega getum. Við erum búin að vera núna að æfa undanförnu og fórum í æfingarferð til Spánara sem við funduðum með leikmönnum svona einstaklislega og höfum verið að ræða bara við hvern og einn. Við erum með í rauninni markmið fyrir leikmenn og við fórum svolítið í það bara með leikmennunum sjálfum, hvernig þeir sæju lið okkar fyrir sér, hvernig lið þeir vilja vera í og við erum að reyna að marka það núna. Það komum við aðtekja svör út frá því og svona í kjölfarið svona hefur við reynt að vinna eftir því. Það gekk upp og ofan á Ragnarsmótinu, en svona fyrst og síðast ætlum við bara að festa Selfoss Fyrst og síðast ætlum við bara að festa Selfoss í sessi í efstu deild og því að við erum að hugsa lengra en næsta tímabil og við ætlum að skapa grunn í vetu sem verður byggt á næstu árum. En þessi styrking, þessi maður ég er búin að vera að leita núna á meðan þú talaði senast. Það sem þið eru að gera, það sýnir að you mean business. Þið ætla ekki að vera þarna bara til þess að eignast vini og vera með. Já, vissilega, auðvitað. Og ég gæti alveg, eins og sumi kollega mínir, farið að tellja upp þá sem hafa farið í burtu og tala að við séum að fylla í skörðin. En staðreyndin sú að leið og tímabili kláraðist, leið og 50 leikurinn á móti Fjölni kláraðist. Eftir fagnaðarlætinu kvöldi þá hittust við daginn eftir. Við settum 4 nöfn á blað, sögum þessa leikmenn viljum við fá. Þetta eru þeir leikmenn sem við viljum og við erum búin að fá það alla og við ætlum ekkert að fá fleiri leikmenn. Við erum bara tiltölulega sáttir. Við viljum líka passa okkur á því að þeir leikmenn sem voru til staðar í fyrra og þeir leikmenn sem komu liðin upp, við viljum passa okkur á því að þeir séu ennþá í hlutverkum. Við viljum ekki vera að taka einhvern fjölda mönnum inn og íta þeim ungu stráku sem voru í fyrra og það líka mikilvægt að við getum í rauninni flokka 3 af þessum 4 leikmönnum sem selfisinga þó að Guðni sé kannski alin upp aðeins frá á svona kannski ólstana miklu leiti handboltali upp á Selfoss. Já, þetta er svona hann talar þetta sjálfur allavega, þetta er svona hans uppeldisfélag og Einar Sverris kemur frá IBVF. En að sjálfsögðu, við erum bara gífurlega stoltir að fengi þessa leikmenn og þetta eru líka all leikmenn sem æfa vel, leggja sig mikið fram og eru bæði flotta fyrirmyndir og flotti liðsmenn og það eru svoleiðis leikmenn sem við viljum bæta við að okkar yngri strákar svona fái svona svolítið menn í kringu sig sem að hafa farið aðeins lengra og svona hafa verið í liðum sem að vera að vinna titla og svona menn sjá aðeins hvað þarf til. Þannig að við erum bara gífurlega sátti með hópin okkar að sjálfsögðu. Það lítur að gefa félaginu góðan vitnisburð að strákar sem hafa verið á liðinu fara annað, þeir vilja koma heim núna þegar Selfoss komið í deild þeirra bestu. Algjörlega og við erum í rauninni, það sem við erum eiginlega stoltir af. Það var eitt stærsti dagur í handknattleiks Selfoss í mörg ár þegar Árni Steinþórsson og Einar Sverrisson skrifu undir samdægus. Það var gífurlega stór dagur fyrir klubbinn að fá. Það var ekki af þeirra frumkvæði? Jú, það var af þeirra frumkvæði í rauninni að gera það saman og þeir höfðu nú eitthvað verið að tala sig held í saman og ég svo sem veit nú ekki hvað nákvæmlega gerist en það var mjög stort fyrir okkur að fá þá heim og það sýnir svolítið líka að það er greinilega eitthvað spennandi í gangi og við höfum nú reynt svona að fara kannski aðra leiðir. Við getum ekki boðið þessu strákum jafn mikið pening held ég og þeir hefðu getað fengið annar staðar en við getum boðið kannski svona áhugaverð hluti bæði í svona líkansþjálfun, styrktarþjálfun og eins bara eins og fyrir Árnastein erum við með
líklega besta sjúkraþjálfara landsins, þannig að ég held við getum svona hjálpa mönnum svolítið að byggja sig upp og það er bara komin flott stemming í klubbin, það er svona komin rosa flott hvað var að segja, umgjörð annað í kring hann, ég held að þeir hafi bara litist vel á þetta. En hvernig er staðan á Árna? Það er svo sem mjög erfitt að segja til það, endur það ekki gengur fyrir eitthvað vel, en við svo sem vitum lítið hvað það þýðir í raun og veru. Ef hann mun ná að spila eitthvað fyrir áramót þá er það bara virkilega gott og svona bónus fyrir okkur, en það geti alltaf skert að hann komi bara eftir áramót, við ætlum ekkert að flýta okkur í þessu, hann hefur verið meiddur skils mér í 2-3 ár, þetta er svona nánast versna og hann hefur ekki fengið þann tíma til þess að ná sér og hann hefur þurft, en núna fór hann í aðgerð og við ætlum að passa okkur að það verður ekki settur neitt þrýstingur á hann og það er ekki fyrir en bara hann verður tilbúin að þá kemur hann inn, en hann er að æfa og fullu hlaupa og lifta og annað og hann getur gert gífilega margt, en svona hvenær öxlin fyrir að halda og hann verður verkjalaus, það verður bara komið í ljós. Hann var í viðtali við okkur á 5-1 í dag, þar sem við byrtum ítalegt viðtali við hann, þar sem hann fór ítalega yfir þessi meiðsli sín og svona hvernig hann vill sjá þau sinn bata þróast. Já. Allt mjög skynsamlegt hjá honum. Fyrir mér kannski, þetta er langt mót. Þetta eru 3 ára fyrir, ef að þið haldi dampi, þá kannski skiptir ekki öllu máli hvort hann komi inn í desember eða janúar eða þarna í landsleikja hléinu. Já, við myndum svo sem alveg þykjan í desember. Já, en fáið hann heilan inn og af krafti, hvað hann að lengi í leikaæfingu og annað. Já, það er alveg mikið til í því að auðvitað er þetta langt mót og þó að menn missi einhverja mánuð úr, þá munu fá alveg hellinga leikjum, en kannski á móti að það er held ég dágóðu slatti að mótinu spilaður fyrir áramót og það verður bara komið í ljós. Mér finnst þetta mót vera einni umferð og langt. Já, það eru sumir á því, sérstaklega liðin út á landi, þeim finnst þetta allt og mikið upp á ferðarkostnað og annað. Liðin á Reykjavíkursvæðinu hafa sagt þetta sé fínt svona, ég svo sem kannski hef ekki alveg myndað með skoðum, við vorum að spila færri leiki í fyrstildinni fyrra, en 27 leikir pluss úrslitakeppni sem er 3 umferðir og bikar, þetta ég held að menna verið konur velu fyrir 40 leiki í fyrra, það er svolítið mikið með Evrópukeppni og öðru, þannig að þetta er gífurlegt álag og ekki, þetta er ekki fyrir börn að vera í þessu. En þú byrjar á fyrstu leikidínir, Afturölding, Haukar, Valur. Já. Þú far ekki heimaleik fyrir í 3. umferð. Afturölding, Valur og Haukar heima. Haukar heima í 3. Já, þú far heimaleik í 3. Þetta eru 3 sterkustu liðlandsins bara, við myndum bara ekki segja. Sterkustu liðlandsins, eitt af þeim, skilju, ekki í þetta. Er þeir ekki bara að fara að kvíða fyrir þessu? Nei, í raunin ekki. Við svona, við vitum alveg að þetta gæti tekið einhver tíma að komast í gang en við bara mætum í fyrsta leik og sjáum hvað við getum. Það er mjög athyglisvert að byrja á 2 útileikjum, en það er bara, ég menna, varð að vera hlutskipti einhverja og við bara mætum í þessa leiki, ég menna, síðan þegar maður kannski horfir yfir þetta, ég held að það er ekkit, þú getur ekkert sagt ég vil að mæta þessum og þessum í fyrstu 3 umferðunum, ég varst að geta fundi 3 lið þessari deild sem væri einhverju drauma mótherjar í upphafi móts. Við vitum ekkert hvernig staðan verður og liðum og annað, en eina sem við getum gert er bara að reyna að mæta með okkar hluti og reyna að byggja á þeim og síðan jafnt og þétt svona yfir veturinn að reyna að bæta okkur og reyna svona að taka framförum, því að eins og þú sagðir að þetta er langt mót og það vitum við vel og við ætlum svona þegar líður á ætlum við að verða tiltölulega sterkir. En Stefán, verðum við ekki að minnast aðeins á vallamálin? Það er náttúrulega búið að vera í umræðinni núna. Vallaskóli sagður óboðlegur fyrir handbolta í efstild. Já, HSI segir bara þetta sé vallaskóli, þannig að það er bara staðan eins og hún er og húsið hefur enda verið lengi á undanþágu og það hefur verið talað lengi að það þurfa að gera breytingar og núna var þetta mikið rætt og ég svo sem veit nú ekki nákvæmlega hvað þetta endar en mínir menn eru jákvæðir og bærinn svona með það sem maður heyrir í útvarpinu
var talað um að það ætti að fara að gera eitthvað, þannig að svona einhverja þarfa breytingar en við svona bara býðum bara vonum að við fáum eitthvað út úr þessu en alla líkur á því að við fáum að spila heima hjá okkur í vetur og hún sé verið tekið í gegn eins fljótt og undir. Hefur engar ágjur að því að þú neyðist þess að spila bara í Fjölnisheimilinu eða eitthvað? Jó, ég meina áhyggjur ekki áhyggjur, ég meina þetta er svona í annara höndum og að sjálfsögðu viljum við spila í Vallaskóla, það er bara eins augljóst og það verður. Það er ykkar heima. Já, við tökum á því þegar það kemur, ef það verður einhver önnur niðurstaða og þá bara myndum við þurfa að sætta okkur við hana. Hartbyggslausir handboltaleikir í Iði? Já, ég meina, það er ekkert margt annað sem er svona í boði allavega sem er eitthvað vit í. Mér langar aðeins til að minnast á sko, styrkinguna sem þú ert að fá aftur, koma aðeins inn á hann aftur, ekki margir leikmenn en það eru samt leikmenn hérna sem að þú ert að fá tilbaka úr meiðslum frá því fyrra, sem að spiluðu bæði lítið og voru bæði mikið mittir og veikindi sem að strítu þar inn í. Hvernig eru horfurnar að þeim? Ertu að fá alla þessa menn tilbaka? Ertu að meina þessa nýju menn? Nei, bara mennina sem að voru að spila eða voru í liðinu í fyrra en duttu út úr hóp. Já, við svona kannski, það er einna helst Sverrir Pálsson sem að loksins hefur náð að taka gott sumar og gott undirbúnarstíðabil, hann er átt við þrálátt meiðslega stríða 2 metra strákur, verið mikið efni lengi og er hvað 21 árs held ég. En hefur bara yfirleitt ekki geta æft á sumri vegna meiðsla og svona lítið æft og þar að leiðandi þegar tímabili byrjar þá hann alltaf að reyna að bæta eitthvað upp en núna hefur hann allan að ná að halda sér heil erum við aðeins búin að ná að halda honum heilum og hann hefur ná að æfa vel í sumar og hann er náttúrulega klárlega leikmaður sem að mun spila stærra hlutverk í vetur en hann náði í fyrra. Mér langar að spyrja hans út í Grétar og fyrst í markið. Ég segja með fróðum menn að hann æfi eins og skepna, þarftu að hafa einhverjum svona hömlur á hann hvað það var þar eða? Það er kannski, það væri þá frekar í þá áttina reyndar heldur en að fá hann til að segja hann að æfa meira. Hann er alveg gífulega metnaðarfullur og æfir alveg eins og brjálæðingur og við höfum nú ekki þurft að segja honum að slaka á ennþá en það er náttúrulega bara að skipti líka máli eins og ég sagði að fá leikmenn inn sem að æfa á fullu, sem að eru duglegir í liftingarklefanum sem gera þetta 100% því að þá sjá bara menn í kringum þetta tekur aðra leikmenn upp á næsta level og Grétar náttúrulega fyrst og fremst bara hefur ekki mikið fengið að spila nú á síðustu 2-3 ár, verið efnilegu lengi og ég held bara að hann finni lyktin að því að núna bara sé hann að fara að fá aukna mínútur og maður sér að bara á honum að hann er tilbúin í það, er að leggja sig allan fram í það að vera bara klár þegar fyrsti leikur verður. Við verðum með afar áhugavert og ítalegt viðtal við hann í fyrramálið á 5 einum. Já, ég veist ekki að það verið áhugavert. Sérstaklega áhugaverður maður, hann Grétar og skemmtilegur. Hann er það. Er ekki örglega spurt þetta í sófletin? Nei. Sko, Birkir Fannar kemur aðeins til tals hérna í þættunum fyrir í kvöld. Já. Það er þinn gamli markmaður. Já. Hann er farinn í FH. Þetta er kannski þessi 2 menn sem við getum sagt að sé á pari. Þú missir markmann, þú far markmann. Já. Ertu með betri markmann núna heldur en þú varst með í fyrra? Ég svo sem bara veit ekki, það er náttúrulega erfitt að bera saman leikmann sem hefur alltaf spilað í meistaraflokki að einhverju ráði nema sem varamarkmaður og svona og kannski bera saman mann sem hefur farið til Noregs og spila mjög lengi í meistaraflokki. Birkir er frábær markmaður og hjálpaði okkur mikið í fyrra og átti stóran þátt í mörgum leikjum sem við vorum að vinna bæði Stjörnuna og Fjölni og við höfum bara eftir að sjá hvernig Grétar kemur til leiks. Við vitum það að hann muni að góða leiki og eflaust slæma líka en vonandi svona þegar líður á verður hann nær að vera stöðugur og bara sína hvað í honum býr. Er þetta eitthvað sem að þú ert að spyrja sjálfan þig og hefur kannski einhverja smá áhyggjur af svona innstinni
hvernig markværslan verður í vetur? Að sjálfsögðu spyrja okkur spurninga en við erum með bæði Grétar og Helga. Ég meina Helgi hjálpaði okkur mikið í fyrra og var nú átti hvað mestan þáttinni að við unnum oddaleikinn á móti Fjölni en við erum bara þannig að við höfum alveg geta reynd að fá einhvern eldri og sem væri kannski svona meiri kannski, hvað ég var að segja, einhvern sem væri svona meira öryggi í en við erum svolítið tilbúin að taka unga stráka og bara henda þeim í djúpulögina og við erum algjörlega óhrætti við það, hefði fylgist með bara hvernig liðið okkar að við teljum þess að stráka vera í þessu fullu og hafa eitthvað fram að færa og bara látum við að spila. Við vitum það að klúbburinn rekst ekki öðru sem rekst ekki nema það að við höfum trú á þessum strákum og þeir vaksa bara og dafna þegar þeir fá að spila og fá alveg hlutverk. Þannig ég alveg viss að báði markmennir eftir að eiga góða leiki í vetur en ég meina, það veit maður ekkert. Nú veit ég svo sem ekki almennilega hvernig þetta fer fram, ég er nú meira áhuga maður og þegar ég spyr út í að þá fæ ég ekki svör að því að ég er náttúrulega í þessu hlutverki að vera blaðamaður og fylgjast með þannig og maður fær ekki alltaf. Sko, þú ert ráðinn til félagsins í fyrra. Já. Þú sigrar fyrstu deildina, það var krafa. Hann sigrar. Já, sigrar, þú kemur liðinu. Já. Það dugar. Þú kemur liðinu upp, þú kemur í umspil og sigrar umspil og kemur liðinu upp. Það var ákveðin krafa, Selfyssingar vildu fá þetta lið loksins upp. Að sjálfsögðu. Það var búið að vera að berjast það. Þú nærð því markmiði. Það búið að stefna því lengi. Já. Var stóllundurinn heitur 2-0 á móti Fjölni? Nei, það var nú kannski ekki, við náttúrulega vissum það. Ekki á fyrsta tímabili? Nei, svo sem ég meina, þetta var náttúrulega, þetta tímabili í rauninni var bara eins og allir voru búin að spá það var talað að Stjarnan væri með langbesta lið og þeir voru það svona sérstaklega framan á mótið og þeir höfðu tapað svolítið þeirra lið á þeir fóru beint upp eins og allir höfðu spáð síðan var talað að þetta yrði Selfoss og Fjölnir Fjölnir náttúrulega hafði sína í rauninni sama lið frá árun áður það var svona sem þeir höfðu meðan við vorum með strákar sem voru kannski nánast á svona, voru með hálft sísón eða eitthvað í deildinni en við en að sjálfsögðu var það krafa að Selfoss færi upp að það er krafa þeirra sem er að standa í þessu að við séum með lið meðal þeirra bestu, það er alveg klárt. Það var sko ekki runnið af mannskapnum eins og þú segir, þegar þú orðar það ekki þannig, þegar þú kemur til stjórnarina með fjögur nöfn á blaði og þetta eru nöfni sem ég vil fá, þeir voru 4, þú ert búin að fá þau með að við árangurinn, með að við gleðina sem er náttúrulega Selfoss akkur ekki upp, þú þarft að styrkja liðið, hverju settur ekki sterkari nöfnin á það? Sterkari nöfn? Já. Þetta snýst líka lúter hvernig leikmenn þú fær til liðsins. Ég er ekki að segja að þetta séu lélegi leikmenn, alls ekki. Ég hef séð Einar Sverri spila lengi og ég hef séð Gunnar Ingvars spila lengi og ég veit það og ég er búin að sjá það núna. En sko það eru margar ástæður fyrir að fyrsta náttúrulega að það er ekki til endar þessi peningar á Selfossi eins og kannski allan ekki mikið og er annar staðar. Við þurfum líka að hugsa svolítið hvernig leikmenn viljum við fá inn í lið. Við erum ekki að stefna að því endilega að verða Íslandsmeistar á næsta tímabili, það kemur einhver tíma svolítið seinna. Það sem við erum að hugsa núna er það að við bæði festum okkur í sessi í deildinni og við viljum líka bara að vera með lið þar sem okkar strákar fá að spila. Við erum með marga unga leikmenn sem eru þegar konur í hópinn. Það er ekki nema 1-2 ár í það að við förum að fá aðra leikmenn sem eru alveg gífurlega efnilegir upp. Ekki sterkari leikmenn, vorum að fá gífurlega flotta leikmenn til liðsins. Það sem við fengum svolítið líka var það að við fengum heimamenn tilbaka, það skiptir máli og við fengum líka menn sem eru stoltir að því að spila fyrir Selfoss og það bara skiptir máli að þeir eru búin að vera að missa núna undanfarin ár, það er flótti Selfyssinga, það er stanslust flótti Selfyssinga í burtu og það hefur verið mikið talað það. Nú ætti það að hætta? Já, vonandi, ég meina það eina leiðin til þess er að vera með lið í efstu deild og lið í efstu deild sem er eitthvað viti, það sem þjálfunin er góð og það sem er metnaður og er eitthvað starfi í gangi. Þessi strákar er ekki villsingar, það er náttúrulega máli. Að þessi strákar bara, ef það er almennilegt starfi í gangi og það er lið sem er að gera eitthvað, þá náttúrulega verða þær áfram, það er alveg klárt. Það er annar lið sem að kemur upp á sama tíma og þú er náttúrulega sem á svona svipaða sögu hefur komið upp en fallið, Stjarnan þeir taka ég held þessi konum með 4 sem að þeir styrkja sum. Já, þeir hafa styrst í gífulega. Sveinbjörn Pétursson frá Ás, Garðar B. Sigurðsson fram, Stefán Darri fram
og svo náttúrulega Ólafur Gústason sem gefur frá Þýskalandi. Já, þeir hafa kannski styrkt þessa stöðu sem vantar. Já, þegar maður horfir á þessa styrkingu, já, er þetta, finnst þér þeir styrkja sig meira en þú? Það kostar sennilega meira. En ég, veistu að síðan verður það bara komið í ljós. Ég meina... Ekki Bjarni Ben og Selfossi. Sko, þetta er náttúrulega, sko, það er alltaf þetta að bera saman. Ég meina, þeir eru að fá Sveinbjörn sem hefur verið 3. markmaður Íslands núna í lengi og náttúrulega Sveinbjörn er góðu vinur minn og ég þekki hann vel og er búin að fylgjast með hann er búin að spila vel hérna í Þýskalandi og eins náttúrulega Ólafur Gústason er náttúrulega bara hefur verið viðlóðin A-landsliði. Þannig að það er náttúrulega augljóst að þeir eru náttúrulega að fá bara kanónur hann tilbaka og síðan er styrkingin og fram bara mjög fín, þannig að ég held að Stjarnan er eftir að vera öflugir næsta þetta, alveg klálega. Stefán, 2 spurningar. Já. Annars að því við tala nú heimamenn sem eru stoltræði að spila fyrir Selfoss, Þór Ólafsson hjálpaði ykkur í fyrra, við rættum þetta svo sem fyrir þáttinn en kannski fínt að eiga þessar samræða líka on air. Hvaða hlutverki verður hann í Selfoss í vetur? Hann verður í svipuðu hlutverki, hann var framan af í fyrra, þangað til við náðum að plata hann á völlin. Hann hefur verið svona hluti svona þjálfarateyminu í svona ekki kannski beint aðstöðuþjálfari, en hann hefur komið inn svona kannski einu sinni í viku og hann er með svona ákveðna hluti sem hún er langar að miðla og hann hefur séð einhver æfingar og hann er duglegur að bæði spjalla við strákana einslega og koma með svona púnta til okkar þjálfarana sem hann er með. Gott að geta leitað í... Já, við höfum notað hann svolítið þannig og síðan hefur hann alltaf yfirleitt verið með okkur á bekknum svo er svona eitt starfsmaður. Þannig að það er náttúrulega mikilvægt út með svona kalla á Selfoss að nýta og þú er kannski sé ekki alveg í fullu starfi. En ég efast að við náðum að láta hann spila. Hann var alveg harður á því eftir umspilsleikin að hann væri hættur og mér heyrist nú bara á honum ef maður svona skýtur á hann í gríni það virðist ekki að ætla að hreyfa við honum. Hann verður komið fyrir í nóvember en hann er náttúrulega búin að spila undir einum besta þjálfara heims talant, ég ætla ekki einu svona reyna Dussabayev. Já, þetta var flott hjá mér. Sérðu eitthvað af talant í Þóri? Já, sko, það er einmitt það sem að það sem að við aðeins að koma inn og Þóri segi sjálfur að eftir hann spilaði hjá Dussabayev í Kielce að þá hafa hann svona fengið löngunna til þess að vera í svona einhvers konar þjálfara hlutverki og það er ýmsir hluti sóknarlega og svona lítil smá atriði og svona atriði tengdu ákvörðunartöku og svona sem að Dussabayev var mikið að vinna í sem að Þórir hefur reynt svona komið til okkar, þannig að við erum náttúrulega það er bara, þannig að við bara höfum verið mjög ánægðir að fá það inn. Og önnur spurning sem ég langa að koma, það er náttúrulega rosalega mikið af góðum handboltamönnum sem hafa komið frá Selfossi, bæði eldri leikmönnum og líka yngri. Það búið að lofa mér því að það styttist í að eitthvað mest efni sem við séð í ára ræðir fara að láta ljósið skína á Selfossi. Hann er Þrastason, heldur að hvað er langt þangað við fáum að sjá hann? Það er alveg mjög erfitt að spá til það verður bara komið í ljós. Það er efnilegur strákur og duglegur mjög duglegur að æfa og metnaðarfullur og ég er alveg klárað því á næstu árum á hann eftir að koma og spila fyrir okkar. Hann er bara ennþá í 4. flokki eins og við erum líka með stráka í 5. flokki sem ég get lofað ykkur eftir að vekja mikla athygli á næstu árum og það er svona, það er nú einhver tími í þá líka, en svona við erum með mjög mikið efnum á leiðinni. Hvaða leikmann eigum að fylgjast sérstaklega með í Selfossliðinu í vetur? Hvaða leikmanni? Já. Ég veit það ekki, bara... Liðseldinni bara? Já, liðseldinni og þjálfaranum? Ég frekar að fylgjast með þessu strákum því að það eru þeir sem var að sjá svona helstu vinnu. En ég held að liðið okkar verði, ég efast að við verðum kannski með einhverja menn, sérstaklega sem yngri sem er eitthvað eftir að dóminera leik eftir leik. Ég held að menni eftir kannski svona skiptast á að vekja athygli og svona vonandi þeirra líður á tímabilið, þeir verði bara til að láta ljósið skila. Svo ég endum þetta á sömu spurningu og hinni fengu.
Þú sást, þú spilaði við bæði Val og Hauka, hver vinnur á morgun? Hver verður meistarana? Ég hugsa að Haukarnir taki þetta. Já, þú ætlar að fara réttu leiðina? Já, ég meina Haukarnir Anton hann var ekki ánægður með þig? Nei, maður sá bara að Haukarnir svona eru konið mjög langt í undirbúningum fyrir sísoni, þeir eru náttúrulega að fara í Evrópuleiki, þannig að þeir eru nokkrum vikum í rauninni á undan hvað varðar marga hluti og með svona í rauninni grunns að leikmanni sem hafa verið að undanfarin ára, þannig að ég held að þeir svona í upphafi móts séu það lið sem að sé hvað tilbúnast í deildina. Allra síðasta spurning, ég veit að þú fylgist ríkilega mikið með íslenska boltanum og erlenda boltanum líka, ég nú fengið að leita ofta og náði þérna með það. 9 atvinnumenn konu heim, hvaða lið datt í lukkupottin? Hvaða lið? Ég hugsa að IPVF nú kannski fengið svona mestu styrkinguna, svona allan að hvað svona áhugaverðustu leikmæðir af þessum sem að koma, ég held að þeir hafi klálega farið í IPVF, það er ekki að leita nefna 2 ár aftur í tíman að Róbert Aron var Íslandsmeistari með IPVF og bestimaður Íslandsmótsins og bestimaðurinn í hinuleginu var Sigurbergur Sveinsson og þeir bara áttu stórleikin og sitta á hvað, nú voru þessir menn komnir saman í lið og ég hafi verið stórkostlega gaman að horfa leiki með IPVF í vetur, það er alveg klart, þeir verða flottir. Já, Lúþvík Geirsson, Þorsteinn Haukur frá 51.is og Stefán Árnason, er þetta ekki bara komið gott í bili? Við fórum ekki að klukkutíma fram úr áætlun og það er óskap eðlilegt. Jú, það heyrist í þér. En hérna, við erum heldur betur búin að fara víða og það er þetta nálgast viðtölin á morgunin á Suðurland FM og 51.is, bara frábær handboltaþáttur og já, veislan að byrja. Ég verð nú samt að spyrja ykkur, Lúþir og Steini, ég veit að það má ekki spyrja ykkur. Nei, ekki spyrja. Hver verður meistari og svona? Hver verður Íslandsmeistari eða meistarana? Já. Selfoss, ekki spurning. Lúþir? Ég ætla að spá mínum mönnum Íslandsmeistaratitilli. Já, það þurfi ekki að koma fram. Við náðum ekki í minn mann í dag. Og það er KR? Nei, ok. Akureyri. Jæja, það er seinna meir. En þakka ykkur kærlega fyrir komuna og já, öll viðtöl og allt inn á 51.is og Suðurland FM. Takk kærlega fyrir komuna og já, gleðilega handboltavertíð, það er núna byrjað. Takk fyrir okkur. Takk sem leiðis. Já, minni enn og aftur hérna á eitt leik náttúrulega miðvikudaginn, Ísland-Sviss, núna á miðvikudaginn korter yfir 7 í landsliði körfubolta, Eurobasket og svo að sjálfsögðu leikinu sem framöndan eru í fótboltanum, það er þetta nálgast staðinn á KSI.is, meistarakeppni kalla á morgun í handboltanum, Hauka Valur, 7:30. Nú það í bili. Í gestufræði, þakka ykkur fyrir hlustunum kvöld, það er þetta nálgast viðtölin og gott betur það inn á suðurlandfm.is og einmitt handboltaþáttinn sem við tókum hérna í restina inn á 51.is. Njótið vikuna með okkur og endum þetta á ykkur hérna, Selfoss-lagið handbolta, víst að Stefán Árna var hérna síðasti viðmælandi. Allt sem tengist íþróttum, sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM.